Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá höldum við okkur við handboltan og línuna komin hann Halldór Stefán Haraldsson sem að þjálfa í Noregi. Heill og sæll félagi. Jú, blessaður. Hvernig hefur það hérna út í Kongsins Norge, það ekki kallað þannig eða? Ég veit það ekki alveg en ég hef það mjög fínt, alveg ríkulega fínt. Þú ert að þjálfa Volta, þetta rétt borið hjá mér eða? Bara hár rétt, alveg eins og ég byrjaði fram. Já. Ég veit reyndar ekki hvort það rétt, en já. Herðu, en já, kannski aðeins að því félagi, hvernig félag þetta? Þú, það ekki byrjar að þjálfa þarna síðastlið haust eða ekki? Jú, ég tók við störfum hérna 1. ágúst. Og þetta í rauninni svona ekki ósvipað félag og Selfoss, ég segja. Þetta svona 8 til 10 manna kjarni. Munurinn kannski sá að við höfum marga bæi í kringum okkur. Þannig að fólksfjöldin á svæðinu hátt upp í 100.000 manns. Já, það svolítið aðeins svona í klukkutíma, 1,5 tíma. Já, þannig að það aðeins meira heldur en Árnes Ísland svona. Örlítið. Og félagið ekki þannig sé gamalt, þetta unnið þannig sé ungt félag. Tók það ákvörðun fyrir einhverjum 10 árum síðan að slíta sig úr íþróttasambandinu í Volta. Svo þetta svo Selfoss myndi slíta sig frá þess. Já. Og reka sitt eigið félag. Já, og jafnvel þá líka frá HSK? Já, í rauninni, akkurat. Og þannig að þetta ekki bara sem í rauninni fyrirtæki. Já. Og við, félagi hefur farið upp í fyrstu deild núna 2 á síðustu 3 árum. En alltaf fallið jafn harðan aftur niður. Þannig að áður en ég kom og þegar ég kom var ákveðin að setja upp svolítið öðruvísi stefnu en hefur verið gert og markmiðurinn að koma liðin upp og halda því í fyrstu deild. Já. Og já, hvernig svona gengur það? Það gengur svona upp og niður. Við eftir að liðið féll í fyrra, ég náttúrulega tek við liðið sem fellur úr fyrstu deild og mistur 6 leikmenn. Leikmenn sem töldu sig geta spilað í hærri deildum. 1 leikmann fór í úrvalsdeildina til Stúrhamar og 2 leikmenn í fyrstdeildina og svo kostuði við burt 3 útlendingum sem voru hérna. Þannig að þetta er svona smá uppbyggingarfasi sem fyrir mín. Markmið stjórnarinnar var í rauninni bara þetta árið að vera miða deild en við höfum verið í toppbaráttu núna í allan vetur. Mistum það svo frá okkur núna í lok febrúar þegar við töpum leik í Oslo og móti einu af þessum topp 3 liðum. Og þannig séð mistum möguleikann á að fara upp og endum þetta tímabil í 2. eða 3. sæti í deildinni. Þannig að árangurinn er bara mjög góður í raun með væntingar. Einmitt talandi uppbyggingu eins og þú ert að vinna þarna úti, það er eitthvað sem að þú ert búin að þekkja vel til í gegnum tíðina? Já, ég er alltaf að bíða eftir að fá jobb til það sem ég þarf ekki að byggja neitt upp. Já. En svo er ég reynda búin áttuna á því núna að það verður væntanlega aldrei. En ég náttúrulega tel mig nú eiga eitthvað örlítið í þessu Selfossliði sem er núna að gera ágætt hluti í úrvalsdeild kvenna og svo náttúrulega á ég helling í Fylki og er í nýju verkefni hérna sem er reyndar allt öðruvísi. Þetta er ekki eins og umhverju heima. Ég get sótt leikmenn í mitt lið hérna úr bænum í kring og það eru leikmenn sem eru taldir sem uppaldir leikmenn. Já. Þáttur þessu sótturumilli félaga. Þá snýst þetta að byggja upp lið á svo kallum lokal spilurum sem eru þá leikmenn af nær svæðinu. Og svo einhver útlendingar til að styrkja við. Þannig að þetta er svona öðruvísi verkefni en nokkuð svipað enga síður. Já, það er kannski farið svona aðeins út í þetta þú segir með fyrirtæki. Hvernig er það að vera starfað mitt sem er svona bara sér, sem er fyrirtæki? Er það ekki svolítið sérstakt að vinna í svoleiðis umhverfi?
Jó og nei, rauninni fyrir mig þetta voðalega svipað. Ég náttúrulega sé bara að þjálfa meistaraflokkin hérna og svo ég öðrum þjálfurum í yngri flokkana innan handar varðandi uppbyggingu og leggja upp ákveðin svona rauðan þráð í gegnum allt starfið. En þegar kemur að fjármunum og svona þá höfum við úr meira móða heldur ég kannski vanur af Íslandi, en það svo sem kannski ekki verið í ríkustu klúbunum heima en enga síður þá mikið fjármunum í félaginu og það auðveldara öðruvísi að sækja sponsora því að hér verið að sækja sponsora fyrir í rauninni þetta fyrirtæki en ekki fyrir alla deildina eða allt félagi heild. Þetta svona aðeins öðruvísi rekstur en blessunarlega þá svo sem kem ég ekkert mikið nálægt í. Nei, nákvæmlega. Eru mörg félög svona út í Noregi sem eru mitt svona bara fyrirtæki, ekki innan svona sérsambanda og svoleiðis? Nú bara þekki ég ekki. Ég veit ekki. Ég veit allan að þetta er svona í okkur en svo þetta akkurat eftir íslenskum mótbelunni hjá honum Kitta Kristni sem í Þördi og það voru að fara upp núna. Þannig að þetta er svona allur gangur á þessu sko. Þetta fer svolítið eftir fólkinu sem að setja stjórn hverju sinni og rekur félagi og hvernig það tekur. Og þetta er svona, já, eins og ég segi, þetta er svolítið öðruvísi. Við erum til dæmis að byggja nýja höll núna sem er 80% fjármögnuð af félaginu. Kommunan eða þess að fylkið tekur 20% á sig. Þetta er svona þessu öðruvísi umhverfin heima sem að fólk byrjar eftir að Reykjavíkurborg eða Selfossbær eða einhvern takki á skarið og byggja nýtt íþróttahús og þá var þetta fjármagna bara hérna af fyrirtækjunum og svona sponsorum. Myndirðu telja svona fyrirkomulag jafnvel gæti virkað á Íslandi ef að til dæmis, segjum sem dæmi eins og bara ef að Selfoss væri þannig rekið bara sem fyrirtæki, heldur að það myndi virka jafnvel? Nei, ég held að myndi ekki virka. Ég held að kvennahandboltinn hérna í Noregi eins og mínu bæi, við erum miklu stærri en fótboltinn nokkuð tíma sko. En fótboltinn bara svo rosalega ríkjandi heima og handboltinn kannski, sérstaklega kvennahandboltinn ekki. Ég held að þetta fyrirkomulag myndi ekki ganga í flestum félögum heima. Nákvæmlega. En þetta gengur vel hjá okkur og þetta gefur líka svona heima þá þetta þannig að þú ert kannski að semja þjálfara leikmenn og það þarf að leggja það undir aðalstjórn og alls konar svona. Hér þetta bara ein stjórn sem að þarf að ákveða málin og þetta er svolítið meira svona drífið áfram. Já, nákvæmlega. Þetta veitir ákveði svona rými en svo aftur á móti ef að í harbakkans læra þá var engin til að grípa þig aftur á móti. Nei, nákvæmlega. En talandum hérna svona út í Noregi, hvernig boltinn spilaður? Er þetta hraðari bolti heldur en í Íslandi, meiri harka, hvernig svona mesti munurinn? Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja að það væri mun hraðari handbolti. Hvort að mitt lið sem dæmi sé eitthvað mikið betra en liðin heima, ég veit það ekki. Ég séum svona cirka á bilinu 1-4 heima með þá leikir sem ég sé heima í vetur. En handboltinn bara alltaf öðruvísi. Hann er miklu hraðari og það byggist miklu meira á því að sækja 1-1 og vinna 1-1 og svona. Á meðan heima kannski aðeins meira svona aðeins hægri bolti og meiri taktík og meira verið að treysta á kannski einhver skota utan og svona. Þá leikurinn hérna miklu hraðari og já, í rauninni og betri markmenn finnst mér líka. Betri markmenn hérna úti en eins og ég segi hvort að þessi leikstíl hendi á móti íslensku leikstílnum veit ég ekki og hvernig við reiknum á milli þessar liða myndum fara veit ég ekki en vonir standa akkurat núna þannig að Valur að skoða og koma hingað eða eitthvað verið Valur hvernig þannig að þá fáum við svona aðeins að meita okkur saman og sjá svona hver munurinn virkilega á þessu. Það er mjög erfitt að segja en eins og ég segi þá tel ég leikmenn hérna, bara við tekum ítlið og tel ég mig hafa 2-3 leikmenn sem að myndi verið í íslenskar aðslinda. Já, einmitt. Til að vera það góða. Þannig að hérna eins og en aftur á móti þá er mikið sem að leikmennum hérna vantar. Það er mjög leikmennir margir heima hafa oft mikið betri tækni, mikið betri grunn en leikmennir hérna út eins og í mun betra formi. Geta hoppa herra og eru sterkari í vörn og sókn og svona. Það er spurning hvort við meira þegar á hólminu komið.
Svona með sögu Noregs í handbólt, þá myndi ég nú halda þetta módel sem í gangi hérna úti virki nú okkurlega. Samstarf þjálfara mjög mikið þarna út í Noregi? Upp á svona sameiginlega stefnu varandi með landsliðið eða eitthvað svoleiðis? Já og nei, þetta er náttúrulega miklu stærra dæmi hérna úti en sko, ef þú hefur bara þjálfað á Íslandi og ekki gildir norskan handbólt, þá getur aldrei áttað á því virkilega hversu ótrúlega stórt þetta er. Já, okay. Og til dæmis að þá eru við heima að velja, ég náttúrulega var landsliðsþjálfari yngri landsliða í 4 ár og við erum oft í vandræðum með að velja 20-25 manna hóp og meðan hérna úti að þá eru valdir 30 manna hópar í 8-9 fylkjum. Já. Og svo ákveðni menn sem að velja hvaða leikmenn eru þar bestir sem síðan fara áfram, sko. Já. Þannig að þetta er svona svolítið stærra dæmi hérna úti. Svo samstarf milli þjálfara ágætt. Við erum stærsti klúbburinn sem þetta á mínu svæði. Alveg niður til Kitta sem í 3 tíma fjarlægð og svo erum við stærsti klúbburinn upp til Molde sem í 3 tíma fjarlægð líka. Já. Þannig að það eru margir klúbbar hérna í kringum okkur sem svolítið lítið til okkar og nýtt hlutverk líka svolítið að reyna að hífa þá klúbbar svolítið upp. Ég hef verið með þjálfara námskeið og aðra hluti úti til að deila allri minni visku áfram. Já, það er nú viska í þér. Einhver þó þungu sé, en það er enga síður, þá er umhverfi hérna finnst mér svona allt öðru vísi. Ég hef alltaf fundist þetta heima og sjálfur örgulega tekið þátt í því að hérna minnst allt svo neikvætt. Það er allt ómögulegt og alltaf fara til fjandans og svona hérna úti finnst mér sko ef þú tilbúin að litla fengi þá var það bara frábært mál og allir mjög ánægð með því sko. Þannig að það er svona aðeins öðru umhverfi hérna í kringu þetta. En ef ég spyrði þig rétt svo hérna heima fyrir árunni slepptir, kannski bara í úlist til kvenna, það er svona línur að fara að skýrast þar, þetta er náttúrulega búið að vera svolítið stórfurður deild upp á það hver að vinna hverja og svona. Hvernig, svona, ef þú horfir á þetta núna, myndirðu þóra að tippa eitthvað hverju verða meistarar í vor? Já, mig gruna nú að Stjarnan verði Íslandsmeistarar með það sem ég hef hort á í vetur. Og það verði Fram og Stjarnan sem mætast í úrslitum. Já. Eins og staðan núna, þá var þetta gríðarlega fyrir Fylki að halda sig upp á deildinni, það er einfaldlega að vinna alla leikir sem eftir eru. Og bara með tölfræði og töfluna þá verður það ekki að fara að gera það. Þannig að þetta verður mjög erfitt fyrir þær. Hvaða lið fer með Stjörnuna og Fram í úrslitakefni? Það er gríðarlega erfitt að segja. Já, nákvæmlega. IBF er klárlega með góðan hóp og Haukarnir líka. Ég ætla að það verði ekki bara svona þægileg lending að Haukar, IBF, Stjörnuna og Fram fara í úrslitakefni og Stjarnan verði svo Íslandsmeistari á lokum. Það sé ekki svona mitt gisk. Já, ég verð að spyrja þig út eða það sem þú varst að þjálfa Fylki núna síðustu tímabil, hvernig lagðist það í þig að deildin yrði skipt í tvennt, þarna fyrst deild kvenna og ólistdeild kvenna, svona fyrst þegar þessi hugmynd kom upp? Mjög vel. Já. Ég var mjög síðan því, þrátt fyrir að vita það að það er mjög erfitt fyrir mitt lið og fyrir Selfoss líka að eiga í þessari baráttu sem að hafa boðið þá upp á, en einhver síðan að þetta sé langt best að skrifa fyrir íslensk kvennahandbolta. Ég varst að vera aðeins meira í mínu skoðunum heldur en bara mitt eilið og held að þetta sé heilla skref í rauninni. Gallinn við þetta hins vegar gæti orðið sá að þau lið sem í rauninni eru í topp 6 núna, að það verður mjög erfitt að slá þau af sínu stalli. Já. Það er að segja að Selfoss heldur velli sinum í deildinni ef það fer í þetta umspil. Ég get ekki ímyndað mér að það sé eitthvað fyrstdeildalið sem að geti slegið úrvalsdeildalið út á þessu umspili. Ég finnst bara gæðminn á milli deildana það gríðarlega mikil. Og liðið sem að kemur upp svo fyrstdeild, ég sé það ekki eiga möguleika að halda velli. Það sé bara ekki séns, sko. Þannig að þetta gæti orðið svolítið einsleitt. En enga síðan þá held ég þetta sem er betra fyrir gæðin í boltanum hérna. Það er mikið betri leikir og mikið betri barátta. Eins og við sjáum, þetta er ótrúlega, eins og segja sjálfur, þetta er ótrúlega deild og margir sigrar, skrýtnir sigrar unnist þarna inn á milli og svona. Ég held að það sé frábært. Ég man nú eftir því fyrra þegar maður var að skoða sína þessa deildina sína og þá leikið sem maður átti eftir, þá gat maður nánast reiknað út
hverja maður myndi vinna og hverja maður myndi tapa fyrir. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er aðeins öðruvísi núna og mér finnst það mjög betra. En svona úrvalsdeild karla, hverjir eru að fara að standa þar uppi sem meistarar í vor? Í vor verður IBF-meistari. Ég held að Haukar verði deildarmeistari, ég held að IBF klári úrslitin. En hvaða tvö lið eru að fara að falla? Ég hef aldrei horft að jafn mikið að handboltaleikjum, sérstaklega kallamæn eins og í vetur. Og ég er skítrættur mitt gamla félag Selfoss falli í vetur. Ég veist ekkert á síðustu leiki á Selfoss og ég er mikla ráðgjör þessu. Þannig að vonandi verður þetta þannig að það verður fjölgað í deildinni, þannig að Selfoss sleppiði falli. Ég held að fram endi neðstir. En ég held að Selfoss verði í 9. sæti. En hvaða lið er að fara niður með þeim? Segirðu, Fram? Já, ég held að Fram endi neðstir í töflunni og ég held að Selfoss endi í 9. sæti og ef það verður fjölgað þá lifir Selfoss uppi á því. Erst þú ekki búin að vera í búning beggja þessa liða, Selfoss og Fram? Ég er uppalinn Framari og skipti svo yfir Selfoss, þannig að þetta er svolítið mín lið en mér þykir alltaf mjög vantur Selfoss, þannig að ég er miklar áhyggjur af því sérstaklega eftir hversu vel að gekk í haust og þá virðist þeir ekki alveg vera að finna fjölinu sína núna eftir áramót og miklar áhyggjur af því að þetta verði erfitt fyrir þá núna í næstu leikjum og gríðarlega mikilvæg leikur næst minnum á móti Akureyri úti. Hann segir mikið framhaldi ef hann segir svona að vinna framleika þá hjálpar það þeim mikið en ég er miklar ágjörð því að Akureyri vinni hann leik eitthvað síður. Halldór Stefán. Þetta verður blóður bara það verður blóður bara og maður krossa fingur með Selfoss allt í velli. Kemur eitthvað til landsins? Já, ég er að koma núna byrja í júni á þjálfaranámskeið og svo fæ ég gott 6 vikna sumarfrí í júli og loki júni á Íslandi, þannig að ég kem til landsins. Ég kíkja á því í eitt kaffi. Það líst vel á það. Halldór Stefán Haraldsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Ég geti talað við þið endalaust. Þakka kærlega fyrir og bara bestu kveðjur til Noregs. Já, skilja þig vinnur. Bestu þakkir. Takk fyrir. Ok, blessaður. Já, Halldór Stefán Haraldsson, frábæri þjálfari hérna á ferð og eins og hann sagði, hann er náttúrulega þekki vel til hérna Selfoss, var í akademíunum hérna og gott betur en það. En já, við slútum núna handboltan í bili og förum stuttlega yfir svona það helsta sem er framöndan, fótbolti og knattspyrna. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM.